er gaman að segja frá því að þetta er búið að vera mikill undirbúningur hjá þeim. Þeir byrjaði bara strax í september og það er bara að fá að njóta áreksturins. En áður en við byrjuðum við minna á að veislutónleikar hérna aftast en annars bara góð skemmtun. Þær eru dálítið sorglegar, sérstaklega fyrir refi.
ekki mikið vita skáldskap. Ég skil allt sem ég kæri mig að skilja og nú éti ég þig bráðum upp til agna. Æi, eftir svona voðalangur. Hérna, ég skal gefa þér svolítið með þau býðum. Nú hættiðu þessu eða... Eða hvað? Ekkert. Heyrðu Mikki, nú ætla ég að syngja aðra vísu sem hún amma mín kenndi mér þegar ég var lítill. Ef til vill völlum þau betur en hvað sem ég söng á. Þessi vísa er vögguvísa! Vögguvísa! Nei, Mikki, ekki lögguvísa, vögguvísa. Ekki sem verst. Á ég að syngja hana aftur? Þú getur svo sem gert það. Mér datt það í hug. Nú megi ekki hafa hátt svo vatn ekki. Það var falleg vísa sem þú varst að syngja þarna áðan. Þú mátt endilega syngja hana einu sinni enn. Heyrðu, láttu ekki eins og sért ekki hana. Ég sé þig vel. Hvert í logandi? Músar skömmin lét mig sofna. Jæja, þá fer ég bara til Hérastubbs bakara og borða allar kökurnar hans. Hæ krakkar, refurinn farinn? Það er nú gott. Margir segja að refur séu ákaflega sniðugir, en það finnst mér eiginlega ekki. Ekki mikið refur að minnsta kosti. En nú skulum við ekki tala hann. Nú ætla ég að syngja svolítið fyrir ykkur. Ég er búin vísuna til sjálfur og það er Hérastubb bakara. Hlustið nú á. Hinum fræga Hérastubb helgast þessa stökur. Hann á brauð og bakari að baka hverja stund í því. Kostar góðar kökur, ódæg kökur eru til í því nakta búri. Einu stór og önnur smá, allar steiktar til að sjá. Rjómar og safnúri. Fína brauðin volgar bás, bönnur hringi snúðar. Kveikir brauð, hallar brauð og bera brauðin sinn orðin. Pipar kökur brúðar, Hérastubbur hefur og hunangsbrauð með kremi. Í bakari bakarans, brauðagerðar listir hans, vildi ég vera nemi. Verið bless! Bakardrengur, hvar ertu? Já, meistari. Í dag átt þú að baka piparkökur. Á ég að baka piparkökur? Já, það er sem ég sagði. En ég kann ekki að baka piparkökur. Þú lærið það því við bakarar með sérstakann piparkökusöng. Viltu heyra? Já, takk. Þegar piparkökur bakast kökugerðar maður tekur fyrst af öllu steikar pottinn og ekki rjómargarín. Bræðir yfir allt í smjörið en það næsta sem hann ger er að hræra kíló sykur saman við það
svo til kalla og kellingar á liðinu. Já, kalla og kellingar. Leggur kökuna á plötuna og bakar þær í ofninum. Ég legg kökuna á plötuna og baka þær í ofninum. Já, alveg rétt. Byrja nú. Já, alveg rétt. Byrja nú. Enginn vandi að baka piparkökur ef menn kunna piparkökur söngi. Jæja. Þegar piparkökur bakast kökur gerða maður tekur fyrst af öllu steikarpottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið er það næsta sem hann gjörir er að hræra diskinn púru saman við það heillin mín. Var það ekki áreiðanlega teskið? Jú, það var áreiðanlega teskið. Svo öllu þessu lokið hellast 8 eggjarauður saman við og kíló hveitislænur og í potti ver. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar. Sjú. Svo þá að hnoða deigið, breiða það svo út af fjall. Sjú. Þetta var vont. Svo setjið deigið á fjöl, já. Svo fletjið úr deigið eins og pönnuköku, já. Svo byrjið kalla og kellingu á deiginu, já. Og svo leggið kökuna á plötuna og bakar á ofninum. Og svo bakast kökunar sjálfur sér og ég get sest niður og það ekki gera meira. Já. Gerðu svo vel, Bolsumamma. 2 velbökubrauð, var nokkuð fleira? Ætti ekki að fá mér einn poka með tvíbökum? Einn tvíbökupoka? Já. Og hvernig líður honum Bangsa-pabba? Þakka fyrir hún er á. Hvað var þetta mikið? Þetta voru 2,85 krónur. Gerðu svo vel, Kristján bakari. Takk fyrir. Og hér er smákaka í kaupa þetta Bangsa litla. Þakka þér fyrir, þú ert alltaf svo góð. Vertu sæl. Vertu sæl. Bakari drengur, hvernig gengur með piparkökurnar? Bara blússandi vel, það eru röddlega nýbakaðar piparkökur. Já, passa þetta er heitt. Ég sagði þetta er heitt. Já, Ég ætla að smakka hérna. já, smakka eina. Hvað settur þú í þessar kökur? Ég gerði bara alveg eins og sagði mér þeirri. Nei, það hefur ekki gert. Ég gerði bara alveg eins og sagði. Á ég að sýna þér hvernig ég gerði það? Já, sýndu mér. Þegar piparkökur bakast kökur gerða maður tekur fyrst af öllu steikarpottinn og 1 kíló margarín. Bræðir yfir eldi smjörið er það næsta sem hann gjörir en að hræra diskinn púru saman við það heillin mín. Ég sagði kíló af sykri, ekki teskeið. Æ, ég... Jæja, haltu áfram. Svo öllu þessu lokið hellast 8 eggjarauður saman. Lók hveitislænur og í potti ver. Síðan á að setja í þetta aðeins bara kíló pipar. Hvað sagðirðu? Aðeins bara kíló pipar. Kíló pipar? Ég hef aldrei heyrt annað eins. Ég sagði teskeið pipar. Nú eru allar kökur ónýtar, þú mátt bara henda þeim á haugana. Nei, ekki henda. Kannski kemur þessu finn svona kökur góðar. Það finnst engum svona piparkökur góðar. Ég held ég veit meir. Ha, heldurðu það? Já, ég held það. Jæja, gemdu það þá. Svo skal þú vera í búðinni að afgreiða brauð og meðan ég baka piparkökur eins og piparkökur eiga að vera. Ég get vel bakað piparkökur. Nei, nú er sko nóg komið á þínum piparkökum. Misteri, ég sá refinn. Mér sýnist þetta vel leiðinni hinga. Ó, sveið því! Mér sýnist þetta epli á svipinn. Nei, það var hann aldrei verið. Hann borðar álega allt sem þeir eru. Mér dettur á þetta hug. Hvað er það? Við finnum allt sem til á brauði og góðum kökum og setjum bara of pipru piparkökurnar á púðbrauð og svo kemur refinn og tekur það og það er lauslega. Þú ert ekki svo litla svo lítur út fyrir að vera. Nei, það er ég ekki. En við verðum að flýta okkur. Þarna kemur hann. Góðan daginn, herra Mikki. Já, ég ætla að fá allar þessar kökur. Hvað margar eru rauður? Allar. Það verður þá 3 krónur og 10 aurar. Bull! Ég borga ekkert. Jú, þú borgar ekki og fær ekki eftir kökunar. Viltu láta mig fá kökunar? Annars borða ég þig í staðinn. Nei, þá má þú bara taka kökunar sjálfur. Þetta getur sagt þér. Þetta kalla ég að stela. Poka! Já. Dóna
hann skapinn. Er að reyna að eitra fyrir mér? Nei, þetta eru bara venjulega nýbakaðar piparkökur. Nei, þær eru það ekki. Nei, sko, hann afi minn, hann sagði alltaf að stolnar piparkökur væri vondar, en ef þær væru keyptar á góðan og heiðarlegan hátt, þá væru þær góðar. Hætt að þvaðra hann afa þinn. Ég kaupi heldur kökurnar. Ég þarf fyrst að fara heim að sækja pening, því ég hef engan á mér. Ég skil kökurnar eftir hér á mér. Hún rambakar drengur, hérna leikum við á hann. Já. Og það voru of pipraði piparkökurnar þínu sem björguðu okkur. Já, þóttu svo með öll líf, er ekki búið nokkuð gott. En nú verðum við að hafa hraðan á, hann kemur strax aftur. Nú stingur öll óvættu piparkökurnar niður í skuffu og við fyllum pokann aftur með 31 nýbökuðum gómsætum piparkökum. Já, meistari, ég skil hvað átt við. Nú verður hann hissa. Þarna kemur hann. Hvað sagðir að kökurnar kostuðu? 3 krónur og 10 aura. Þetta eru peningarnir. Það er fyrst að smakka eina. Og ef hún er jafnvond enn, þá skaltu eina þeim að fæni. Nei, það getur ekki verið. Hvað skilði? Smá grín hjá mér. En þú skalt ekki voga að halda því fram að ég borgi ekki fyrir þig. Hún rambakar drengur, þannig leikum við á hann. Voðar mikill vindur í dag. Nú nægir það. Hvað ertu? Hvað var af henni? Hún hvarf að... Sagði þér hvað var af músinni? Hvað segir þið? Er hún fyrir baka mig? Hvar? Er hún fyrir aftan mig? Hvað? Flaug hún upp í loft? En mýs kunni ekki að fljúga.
finnst mér hann verður áreiðanlega hreginn. Já, það verður hann. Þú ert eitthvað svo áhyggjufullur á svipinn, Marteinn. Ég get ekki annað að hugsa það hvað allt yrði miklu betra í skóginum ef allir væru vinir og stórdýrin gætu látið litlu í friði. Og já, þannig er það nú ekki. Stóru dýrin hafa yfirhöndina og við litlu dýr verðum að bjarga okkur eftir bestu getu. En sjáðu Bangsapabba og fjölskyldu hans. Þau eru stór, þau eru stærst og sterkust af öllum hérnum. Þau látum við þó í friði. Já, Bangsapabi er góður. Ef allir væru jafn góður á Bangsapabi gerir stóru dýrin hjálpa litlu og litlu dýrin hjálpa stóru. Því litlu dýrin geti gert margt sem stóru dýrin geta ekki. Ég fer til Bangsapabi á morgun og ég ætla að tala þetta við hann. Þú ert vitur lítið mús og þér þetta margt gott í hug. En nú verð ég að fara að hugsa mig til heimferðar. Ég ætla að fara snemma í háttinn í kvöld, svo ég komi snemma á fætur á morgun. Þakka þér fyrir kaffi og þakka þér fyrir mig. Vertu sæl, amma, og líður ávallt vel. Þakka þér fyrir. Haldið þið ekki líka að þetta var til Bangsapabba? Finnst ykkur ekki líka allt yrði miklu betra í skóginum ef allir veru vinir og hjálpuðu hver öðrum? Já! Eins og eru margir svo ófriðsamir og refurinn þeirra bestur. Hann læðist runnana og hugsaði annað en að éta það sem eru minni en hann. Fuss! Nú þarf maður bara að dyrum. Hver er það? Mikki refur? Góðan daginn, Marteinn, það er bara ég. Nú ert það bara þú? Já,
skóginum eiga að vera vinir. Það voru gott. Önnur grein. Ekkert dýr má borða annað dýr. Þetta er mikið refur að heyra. Haha. Þriðja grein. Sá sem er latur og nær ekki aflast til matar má ekki taka mat frá öðrum. Má ekki hvað? Má ekki taka mat frá öðrum. En hvað er alltaf að taka mat? Ekki frá neinum og þetta voru lögin. Heyrðu, Matti. Mér finnst þú ættir að sleppa þessu síðasta. Nei, svo erum við mjög áreitandi. Er það? Já, vissulega. Jæja, þá það. En hver svo átti þetta að vera lög? Báksapappi ákveða þér þess að morgun. Alltaf er nú gaman að koma til að báksa, pappa. Hefurðu komið til oss? Nei, en ég gæti við komið inn á morgun. Það var ágætt að þú kemur með. Jæja, þakka þér hjartalega fyrir kökuna. Nú er hún búin og nú er ég að fara heim. Kemur ykkur snemma í fyrramálið, góða nótt. Já, þá kem ég hingað snemma í fyrramálið. Góða nótt. Og á morgun verður merkisdagur. Í dag er mánudagur eða þriðjudagur og í dag steig stórþvott. Ég skal hjálpa þér, mamma. Ég skal safna saman tauinu fyrir þér. Það er ágætt, væni minn. Svo sæki ég í vatn og þá er allt tilbúið. Og svo fer ég mig hérna og þá skilur báksa mamma ekkert hvað hefur orðið að mér. Hó, hó. Svo set ég þvottinn ofan í. Þetta voru mikil þvottir í dag. Hjálp, hjálp. Hvað er þetta nú? Er ykkur hérna ofan í? Hjálp, það er ég. Er þetta þú, Bási litli? Þetta áttur ekki að gera, mamma. Já, en elsku litli vinur minn. Ég vissi ekki að þú væri hérna ofan í. Já, ég manna það. Já, ég sé það nú. En það er nú búið að gert. Og úr því að komin upp í sambund geti ég þvegið strax. Það þarf ekki að vera í bað á laugardaginn. Baða litla bánsa manni, blauta sápu mamma kann. Hann skal nú fá hreinan fell, hvað sem verður seinni kvöld. Hörði skála fram á þér og hálsinn gola svartur er. Undrun hann er alveg fær, hvað eru hennar tær? Veti skal ég bánsi minn, bursta á þér nafnbrotin. Einnig á í eyra þitt, elsku krúttið mitt. Busla, busla, bánsi mann í balanum, hann vissi kann. Er nú svona ekki neitt á okkar landi hrein. Þetta er nóg, mamma. Já, þetta er nóg. Þú voru þetta nú að fallegur. Svo byrgaði þið varla. Og nú máttu vera að leika með íkvæmabörnin sem kom að spyrja eftir þér áðan. Vertu á bless, mamma. Góðan daginn, báksa mamma. Nú, góðan dag. Þið komnir. Já, við erum komnir. Okkur langar til að spjalla við bánsapappa. Já, okkur langaði til að tala við báksa pappa. Gangi inn, hann er þarna inn í stofu. Góðan daginn, báksa pappi. Hvað þá? Við sögum bara góðan daginn. Ég heyri það vel, en hver er það sem segir það? Það er Marteinn Skómus. Og Lilli Klufús, við stöndum hérna fyrir aftan þig. Já, nú sé ég ykkur báða. Okkur langar til að tala dálítið við þig. Það er gaman. Hvað vil ég tala um? Já, Magnir hefur dottið dálítið merkilegt í hug. Ég er eiginlega að hugsa um það að þessum yndislega skókar ætti dýrum ekki að leyfast að borða hvort annað. Gera þið það? Já, sum og refurinn er þeirra bestur. Æja, það hefur hann alltaf verið. Ég skil ekki af hverju hann getur ekki safnað hnetum og sér þessi fæði eins og við hinir verðum að gera. Gera hann það ekki? Nei, hann getur bara þann sem fyrstu verður að veiða hans. Ef hann heldur svo áfram verða bráðum ekki fleiri vísir í skóginum. Það væri sorglegt. Það væri mjög sorglegt. En ykkur hefur hann ekki
sjálfsagt. En dyggjum hann, það má hann. Já, já. Svo er það ekki meira. Nei, þetta eru góð lög. Komdu svolítið nær svo við getum spjallað hvað gera það. Þá fer ég til Bangsamamma með hann. Þú ert önnur kafri. Já, það er mikið að gera í stóru heimili. Þú þarf gott og býr til mat. Og já. Hvað borðar Birnir eiginlega? Mögulega ber og hnetur, rætur og sniglar. Mér finnst líka afskaplega góðar hnetur og hunaskökur. Já, það er ágætur matur. Já, það þú segja. Hnetur og hunaskökur og svoleiðis. Herru Bangsamamma! Já, Þú vilt ekki vita hvað ég var vitlaus í dag. nú, varstu það? Já, ég borðaði ekkert áður en ég fór að heiman. Þá hlýtur að vera hræðilega svangur. Já, það hlýtur að vera. Viltu ekki fá þér einhver bita? Jú, hann kemur sér afskaplega vel. Finnst viniðinni líka góðar hunaskökur? Mér ætti gaman að sjá það mús sem myndi ekki þykja hunaskökur. Farðu þá inn í stofu, lilli klöfumús, á meðan sækir. Jæja, komdu sælir, þá er ég komin aftur. Ég verð að hjálpa Bangsamamma heim í botninn. Og hér kem ég með nokkra kökur. Mikið helst að þið séu góðar. Borðið það sem þið viljið, gjör svo vel. Þakka þér kærlega, Bangsamamma. Undurlega kókur. En hvað þið, hvernig ganga svo samræðina hjá ykkur? Jú, við Marteinn höfum ákveðið að kalla öll dýr í skóginum til fundar á morgun. Það verður mikil samkoma. Við eigum öll að hittast í stóra eikartinu til að samþykkja áríðandi lög frið á milli dýranna. Allt er nú jafn skemmtilegt að koma til ykkar, Bangsamamma. Nei. Nú verða allir að hafa takt í fundun okkar á hefjað. Þetta er áríðandi fundur. Kæru góðu vinir, skórin okkar er ágæður skór. Hér getur okkur öllu liðið við, bæði stórum og smám, ef við aðeins búum í friði og erum góður hvert annað. Það er satt, Bangsamapabbi, hér getur okkur öllu liðið við en því miður er ekki allt eins og það á að vera. Vesalingslitlu mýsnar geta valla fara út úr húsi en þess að eiga því á hættu að vera étnar upp til agna. Það er ekki satt. Jæja, Mikki Refur, hvernig veistu það? Heyrðu Mikki, ég veist nokkuð ljótt því. Ég veist að það hefði læðst eftir Marteinn í skógamús og reyndi að éta hann. Það var alveg öfugt. Hvernig þá? Það var Marteinn skógamús sem læddist eftir mér og reyndi að éta mig. Ég satt sjálfur fyrir því að horfa með eitthvað hlaupa eftir Marteinn og éta hann. Og í gær reyndi Patti Bröndur hann að éta emmu mína. Ha, nei, ég gerði það ekki. Auk þess fann hann allt í einu að gera guður. Já, en nú séum við gert sér gert og borða það sem borðað er og svo séum við hér eftir öll dýrin í skaun og vera vinir og ekki éta þetta annað. Hvað erum við þá að borða? Þú getur bara gras og grænmeti eins og við hinn. Ekki verður maður stór og sterkur af því. Jæja Mikki, ég er nú miklu stærra og sterkur en þú og þá bara er mest bláber, hnetur og grænmeti. Að vísu er ágætt að smakka kjötmeti stöku sinnum en verður það hægt að vera án þess. Maður verður ekki eins stór og sterkur á neinu eins og grænmeti. Grænmeti er góður og hollur matur og ef ég mætti syngja svolítið lag myndi ég syngja grænmetisöng sem frændi minn kenndi mér. Og þessi frændi minn borðaði bara ber og grænmeti og hann var stór og sterkur og hann var næstum 100 ára. Við viljum gjarnan heyra hennar söng því við viljum gjarnan vera 100 ára. Þá verður að syngja með mér, Bangsamapabbi. Það skal ég gera. Þeir sem bara borða kjöt og bjúgu allan dag. Þeir feiti verð og flóna því og fá svo illt í maga. En gott er borða guðröðin að grófa brauðist eins og reyna kjötbur og kartöflur og pappur og tómati. Og þá verður þetta maga fyllt á verða alla daga eins og rúður út í maga lausu sér og létti.
Sólrún Marteinn, áreiðanlega orðið eitthvað mikið úr þér ef þú væri ekki bara lítil mús. Upp með framleppina allir þeir sem samþykki þessu merku lögum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nú, broddgöltur réttir ekki upp löppina. Ha, jú, ég gera það víst. Það sést bara svo illa. Jæja, 14. En þú, Mikki, þú ert nú einn eftir. Getur svo sem talið mig með. En, minnst þessi lög, hreinasta bull. Þetta eru ágætt lög og þar með eru þið samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Upp frá þessu verða allir að gæta þess að hlýða lögunum og sjá maður aðrir gera það líka. Og þá eru fundinum lokið. Þakka ykkur fyrir. Komið sæl. Nú eru 2 dagar sem við héldum fundir okkar og ég get sagt ykkur að nú er öðruvísi háttað í skóginum. Já, seg, ugla borða bara krækiber og Mikki er orðinn allur annar. Hann reynir af öllum mætti að vera góður refur. En það er víst ekkert öðru. Nei, þarna kemur Mikki svo getið sjálf heimkvöldun og liður. Góðan daginn, Lilli Klifmús. Góðan daginn, Mikki refur. Hvernig liðir í dag? Illa, ég er svangur og ég hef ekki neitt að borða og veit ekki hvernig ég á að afla mér mat. Farðu í heimsókn, Mikki. Það er svo gaman. Ég kann ekkert að fara í heimsókn. Þú berð bara dyrum hjá íkornafjölskyldunni til dæmis. Svo er opnað fyrir og þá segir þú: Góðan daginn, það er bara ég átti að leið framhjól og dætt í hug að líta inn og vita hvernig ykkur leið. Gaman og skyldi koma, segir íkornapabbinn. Komdu inn og fæðu sæti svo skulum spjalla svolítið saman. Svo kemur íkornafrúin og svo segir hún: Má ekki bjóða þér einhverja hressingu? Jú, þakka fyrir, segir þú. Svo sækir hún fulla skálverðnöndum og þá verður þetta ákveðlega skemmtilegur dagur. Mér finnst hnetur ekki góðar. Þá getur þú farið til stóra elgsins. Hann á gulrætur og salatblöð. Gefðu svo er ráðlegt Mikki og gangi þér vel. Vertu bless. Hnetur og gulrætur og salatblöð. Það getur nú varla talist matur. Finnst ykkur gulrætur ekki vondar? Ha? Finnst ykkur það góðar? Þá eru þið ekki refir. Nú finn ég angandi kjötlykt. Finnið þið ilminn? Mér finnst það koma frá skemmunni við bæina. Þetta er reykt svínslæri. Ég finn það. Yndislegt svínslæri. Ég er að hugsa að læðast þangað og ná mér í eitt svínslæri. Það stendur ekkert í lögunum það að það sé bannað. Ég geri það. En sú heppni að hundófjöldin var hvergi nálægt og að dyrnar voru ekki læstar. Seg, hér er nóg af ýmsu góðgæti. Bjúgu og svínslæri og alls konar kjötmyndi. Og þarna sé ég hanga yndislegt reykt svínslæri. Það væri ekki amalegt að ná einu þeirra niður. Það er verst hvað þau hanga hátt upp. Já, þau hanga mjög hátt. Hver er að tala? Það var bara ég. Hvað ert þú að gera hér? Ég á heima hérna. Hvers konar mús ert þú? Ég er húsamús, ég á systur og bróður en þau er heima í eldhúsinu. Þau borða bara ost en mér þykir kjöt svo gott. Á ég að syngja fyrir þið? Nei, góða, gerðu það ekki. Því þá gæti einhver komið. Nei, fólki er allt farið inn til að borða þannig að hundin með sig niður til mín. Jæja, sýndu þá, en ekki hátt. Ég er eldri húsamús, hefur allt sem þarf til hús. Lagar brauð og bringu kolla, osti, gróf og sperra halla. Bæn, brauða og hvita í senn, brauð er það viti í menn. Muni við það alla daga, enda hef ég góðan maga. Þetta var ágæti vísa. Miklu skemmtilegar en allar þessar grænmetisvísur. Það eru svona óttalegt bull. Það finnst mér líka. En heyrðu, hvernig verður þér í kjöttan þegar hann hangir hann uppi? Ég labba bara upp, klifra bara upp þarna í horninu, labba svo til bitanum og fæ mér sungin. Einmitt. Það er ákaflega auðvelt. Það getur vel verið að það sé auðvelt.
stóran ref. Finnst þér líka gott reykt svindlari? Já, og svo er ég svo hræðilega svangur því ég verð að streitast við að vera góður refur í allan dag. Verður maður svangur af því? Já, refir verða það. En þú, litla mús, þú gætir ef til við hjálpa mér. Þá skal ég hjálpa þér einhvern tíma seinna þegar þú ert í hættustöðu. Eða Hvað á ég að gera? þú átt bara að klifra upp og naga þér sundur bandið sem væri hann grín. Þá stend ég hér og tek á móti því. Ætlar að taka heilt ræri? Já, mér veit ekki af því. Jæja, ég skal það gera. Ég skal alltaf muna þér það. Ó, segi sig, þarna hljóp hann burt með allt saman og þakka ekki einu sinni fyrir. Jæja, svona gengur það. Æjæ, hvað sé ég? Þarna koma maður og kona frá bænum. Nú verð ég að fela mig í skyndi. Mér heyrist að heyra einhvern umgangi eins og eitthvað hefur dyttið niður. Heldur að hafa ekki verið skellir í hurðinni? Nei, það var ekki skellur í hurðinni. Ég heyrði líka einhver önnur hljóð. Sérðu, Hvað er að sjá? það hefur þjófar á ferðarstólinu svínslan okkar. Sérðu ekki að stærsta læri er horfið? Ég sá þig nú. Og sérðu, hér er spor eftir refinn í hveitinu. Það hefur refurinn tekið lærið okkar. Já, refar hefur refar. En því skal hún ekki. Þú tekir hálfinn og verður að veða það. Þá kem ég með þér. Okkar starf er Sérðu nokkuð? Nei. Uss, sérðu nokkuð núna? Já, það var eitthvað sem hreyfði sig á trjástofnum. Ætli þessi ekki refurinn? Nei, það er lítill bjarnabanki. Nei, bara sjáðu hvað hann er sætur. Við skulum á honum. Rósin aðeins hafinn. Nú vorum við heppin. Ég hef aldrei séð svona sætan bánsaður. Já, við setja hann í fjöllinghús og fengið mikið fjör fyrir hann. Heldur? Já, að minnst okkar 1000 krónur. Já, sko. Núna verður margar netubánsinu þig. Það er ekki svangur lengur. Ég veit alveg að sjá fulla. En hvað er bánsinu þig? Hann situr á tréstöfnum, Nei, hann situr ekki á stöfnu. en hann sat þarna. Já, þú hlýtur að sjá hann situr þarna ekki núna. Bangslitli, hvar ertu? Hvar er bánslitli? Hann er ekki hérna. Bangslitli, komdu nú. Bánslitli komdu, við erum með netur handa þér. Ekki svar, bánslitli er horfinn. Og við lofum að gæta hans vel. Hann gæti hafa farið heim. Ég hleyp henni bánslitli til að gafa því. Bangslitli, hann efur til vill, fann sér í runnunum þarna. Nei, hann er heldur ekki það. Bangslitli, einhver hlýtur á rættunum. Hann er upp í trénu, heyrðist með að stynja svo undarlega. Ég held að hann stynja að það er svo svangur. Ef hann finnst nú aldrei framar. Hann var ekki heima hjá sér. Ó, nei, hvaða orðan, elsku hvaða bánsakúkum mínum. Við finnum hann áræðilega góð
Bangsi litli, ertu þarna nokkuð staðar? Hann sat á þessum trjábút á meðan við fórum upp í tré að sækja hnetur handa honum. En þið skuldum vera frá honum öll í einu. Já, en hann var svo svangur. Við verðum öll að leita að honum. Sumir eru fyrir þessa átt, aðrir þessa og ég sjálf fyrir þessa. Og svo hittist við aftur hér innan skáp. Hvað er orðið af líklega á básaköpnum mínum? Góðan daginn, Bangsamamma. Er það þú, Martin? Líka ég? Já, ég sé það. Hvers vegna eru svona margir á ferli í skóginum í dag? Bangsi litli tindur, hafið þið nokkuð séð hann í dag? Nei, ég hef ekki séð hann í dag. Ég hef heldur ekki séð hann. Óvesalings Bangsi litli minn. Hann er alveg horfinn í fóti héraðsstjóris og hann hefur heldur ekki séð hann í dag. Hann átti að loka búðinu sinni og hjálpa okkur að leita. Ég fór henni stóra eldsins en hann hafði ekki séð hann í marga daga. Ég held áfram að leita. Þannig kemur Bangsi-pabbi aftur. Bangsi-pabbi, hefur þú heldur ekki fundið hann? Hann finnst hvergi nokkuð staðar. Þetta er orðið ískyggilegt. Það er sannarlega leiðilegt að Bangsi litli skuli vera týndur því hann er bæði mjög góður og skemmtilegur. Hann er ennþá betri. Svona, við finnum hann áreiðanlega. Hvar er Mikki refur? Ég hef ekki séð hann í dag. Ég vissi Mikka refur 2 daga. Ég hitti Mikka í morgun. Þá sagðist hann vera óttalega svangur. Hvað segirðu? Hittirðu Mikka refur í morgun? Já, það er alveg satt. Þetta er mjög grunsamlegt. Já, þetta er mjög grunsamlegt. Við förum heim til þeim. Þarna liggur hann. Mér sýnist hann vera mjög saddur. Og sjáu stóra kjöpinu við hliðina á honum. Hann hefur verið að naga það. Óvesalings Bangsi litli. Mikki, hvar er Bangsi litli? Hvað? Hver? Bangsi litli? Hann er ekki hér. Mikki, hvað hefur verið að borða? Það var enginn hér í skóginum. Hver var það þá? Mér sýnist að vera svo sondir. Nei, segi nei. Ég var bara að borða reykt svínslæri. Og hvar fékkstu það? Ég sótti það ekki hérna, ég sótti það heim á bæinn. Það stóð, já, það er alveg satt. Jæja, ég verður víst að trúa þér. Það stóð ekki í lögunum það. Nei, það er víst ekki. Herðu Mikki, ég var sko að finna það að hann Bangsi litli týndur og þess vegna er hann svona áhyggjufull. Hvað segirðu? Er Bangsi litli týndur? Já, Mikki, Bangsi litli er týndur. Það er leiðinlegt. Já, það finnst okkur öllum. Við verðum að leita að honum. Já. Já, við erum búin að leita á hann allt, en hann finnst hvergi. Jæja, þá verðum við bara að setjast niður og hugsa málið og komast að niðurstöðu. Við höfum líka gert það. Nei, ég held að til þess þurfum við. Heyrðu þig, hvar sáuð þið Bangsa litla síðast? Hann sat á trjábút og beið á meðan og við fórum að sækja hnetur handa honum upp í trén. Þegar við komum niður var hann horfinn. Og síðan hefur enginn séð hann. Sýniði mér hvar hann satt. Hérna var það. Og hérna sat Bangsi litli. Mikki. Ertu nokkuð svísari, Mikki? Hér er mann. Ég finn lykt af 3. Manni, konu
ert hugrakkur Lilli Klemons og þið skulu alltaf vera bestu vinir mínir. Þetta fór allt samkvæmt áætlun og allt fór vel að lokum. Svona er það þegar við öll stöndum saman. Hefði grifurinn og Ugla og ég og þú og allir verið vinir hefði ekki getað bjargað báknum á þennan hátt. Nei, það er alveg hárrétt, Marteinn, og nú ætla ég að þakka þér Mikki fyrir það á bjarga. En hvað er Mikki? Já, hvað er Mikki? Hann er ennþá flottur með hundunum. Hugsanlegs Mikki, ef hundurinn hefur nú... Ég hef nú aldrei komið síðan krappari. Hundóhræsi er búið að elta mig, næstum langþvert og endilangt. En ég komst loksins undan, hana niður frá, við gamla grefið. Ég skaust inn í það hinum megin og út hinum megin, en það sá hann ekki. Og stendur gjaltandi við það ennþá. Já, Mikki, þú ert, já, það ertu. Og nú skulum við halda hátíð í skólanum vegna þess að allt fór svona vel og vegna þess að við erum öll svo góðir vinir.